Hér konar mælinumstöð, þetta rauða, við 3,2 volt hérna á milli gate og source, 3,2 volt, þá byrjar peran að glóa. Hann byrjar að leiða fyrr, en það er ekki fyrir að koma upp í 65 milliampere sem að við sjáum að peran sé fyrir að glóa. Þannig að thresholdið, ætlum að finna út hvernig hann byrja að leiða, þá þurfum við kannski að hafa ljósdíóð eða eitthvað bara sem að sýnir einhverja reaksjón við minni straum. En við peruna þá sjáum við hann byrja að leiða við 3,2 volt og spennan hérna yfir hann þá er 10,4 volt. Svo hækkum við spennan aðeins, 3,3 volt, aðeins meiri straumur, meira ljós á peruna og svo förum við upp í 90% ljós, þá vitum við að við erum ekki alveg komnir í botninn með ljósið, hann fer upp í 200 þegar hann er í botni. Og það var 3,5 volt. Þið sjáum að hér er lítill spennumunur til að fara eiginlega úr minnsta straumnum í mesta strauminn, þá var það 0,3 volt. Úr minnsta hérna yfir eiginlega hámarksstraum. Og síðan setjum við bara hérna, steikjum það með hingað upp í 10 volt eitthvað svoleiðis, 9,2 volt. Og þá er það peran sem stjórnar á laginu, hún leiðir bara í botn. Og ég myndi bara að sýna ykkur að þá er spennan hérna, sjáu þið, spennan yfir hann þá er 70 millivolt. 70 millivolt. 70 millivolt. Og það þýðir það að hérna er 0,2 ampere eða 200 milliampere straumur og hitagjöfin vötnin er margfeldið á þessari spennu sem er straumur í gegnum hann að þegar við höfum frá háa spennu á geitunum og þá leiðir hann það vel að hann er næstu því hann er mjög lítið viðnám og hitnar þar leiðandi ekki neitt. Miklu minna heldur en, ef það hefur verið með Galatalænsstórinn, hérna BOT-in, að þá hefðu við líklega ekki náð svona lágri spennu yfir hann. Þannig að hann myndi hitna meira, þannig að mósvettin hitnar minna og hefur þann mikla kost að það veri ekkert rafmagn inn í geitið, bara spenna hérna og rafsviðið hérna inn í, það stýrir leiðinni hér á milli. Og þetta er þá frá kennilínan, þar að sjá hvað er brött kurva. Hjá okkur í Galatalænsstórinn þá var hún línuleg, munið hérna, ykkur 100 milliampere og ákveðin milliampere inn og milliampere í gegn og svo 200 milliampere inn í base og þá fóru 200 meira út, kalla bara línuleg mögnun. En hérna er hún ólínuleg og verður mjög hröð hérna í mikla hallanum. Smá breyting í spennunni, þá bara hoppar hann upp í miklu meiri straum. Heyrðu, þetta er það sem ég vildi fá fram með þessari tölun. Það áttu ykkur aðeins á því hvernig MOSFET-transistor virkar sem að þarf að fá plús á geitið til að leiða. Heitir N-channel enhancement. Takk fyrir.